Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Guð, þú sem gefur trú, gef að við megum rækta anda og líkama, að við megum hvert og eitt lifa heil og af heilindum. Guð, þú sem gefur von, við biðjum þess að á tíma sorgar megi vonin lýsa upp allt myrkur, svo við megum líta með skilningi tilbaka, þakka stundina sem við lifum og líta með von til framtíðar. Guð, þú sem gefur kærleika, við biðjum þess að við megum fyrir kærleika þinn þjóna hvert öðru í kærleika. Að við megum með þér vera veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyttnum huggun og hinum deyjandi líf. Hjálpa okkur að öðlast trú á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Come
les fyrir okkur úr 23. Davíðssálmi, en þar segir: Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu, fyrir sakir nafnsins. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Þannig hljóðar heilagt orð. Amen. Það er stundum sagt að gleðin og sorgin séu systur tvær, móðir þeirra kærleikurinn. Ég les því kærleikann úr fyrra bréfi Páls til Kórinthumanna, en þar segir: Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt og umber allt.
Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Amen. Rísum á fætur og heyrum heilagt Guðspjall sem ritað af Mattheusi og hljóðar svo í Guðs nafni. Sæl eru syrgjendur, því að þau munu hugguð verða. Sæl eru hógvær, því að þau munu jörðina erfa. Sæl eru þau sem hungrar og þyrstir eftir réttlæti.
sé með okkur og friður. Jesús segir, ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þessi ritningarorð eiga vel við í dag. Orð Jesú tala til okkar, minna okkur á ljósið. Þó við sitjum hér með sorg í hjarta, þá yljum við okkur við góðar minningar og ljósið sem Jenny gaf okkur með lífi sínu og samfylgd. Jenny Þóra Óladóttir fæddist þann 13. júlí árið 1937. Hún lést að morgni páskadags þann 20. apríl síðastliðinn á Brákarhlíð í Borgarnesi. 87 ára að aldri. Foreldrar Jennyar voru Óli Sigurjón Jónsson, fæddur árið 1894 og Sumarrós Elíasdóttir, fædd 1911. Þau hjónin eignuðust 3 börn. Elst var stúlka, fædd 27. júní árið 1930. Hún lést sama dag. Næstur var Jenny Ragnar Ólason, fæddur 27. apríl árið 1934. Jenny Þóra yngst. Þau eru nú öll sameinuð í ljósinu. Blessuð sé minning þeirra. Jenny var fædd og uppalin í Hólunum á Patreksfirði. Húsið stendur við Mikladalsveg en gekk alltaf undir þessu nafni. Þar ólust þau systkinin Jenny og Jenny upp með foreldrum sínum við leik og störf barna á þessum tíma. Mamma þeirra var frá Vaðli á Barðaströnd. Þar var nokkurs konar miðja ættarinnar og var Jenny þar í sveit ásamt frændsystkinum sínum hjá ömmu sinni og Jóni móðurbróður og hans fjölskyldu. Jenny gekk í barnaskólan hér á Patreksfirði en veturinn 1956 til 57 stundaði hún nám við hússtjórnarskólan að Laugum í Þingeyjarsýslu. Jenny var alla tíð myndarleg húsmóðir. Eldaði og bakaði, saumaði og prjónaði. Handavinna var stór hluti af hennar lífi alla tíð. Jenny prjónaði ófáar flíkurnar á börnin í fjölskyldunni og er ekki langt síðan síðustu peysurnar bárust frá Jenny. Þetta eru miklar gersemar nú þegar Jenny er ekki hjá okkur lengur. Geyma góðar minningar umhyggjusama og elskulega frænku. Eiginmaður Jennyar var Kristján Magnús Jóhannsson, alltaf kallaður Diddi. Hann var fæddur 2. mars árið 1939 en lést allt of snemma þann 7. október árið 2001, þá aðeins 62 ára. Blessuð sé minning hans. Diddi fékk krabbamein og þann tíma sem hann var veikur annaðist Jenny hann af mikilli alúð og styrk. Sýndi sannarlega úr hverju hún var gerð. Þau Jenny og Diddi giftu sig stuttu áður en hann dó. Þá fóru frænkur 2, Eygló og Fríða með þeim til sýslumanns og áttu með þeim fallega stund. Þau Jenny og Diddi voru hæglát bæði 2. Það var aldrei neinn asi, þó nóg væri að gera. En Jenny var samt rösk og dugnaðarleg, hvort sem verið var að fara í búðina, á rúndinn eða í heimsóknir, þá var drifið í því og ekkert hangs. Hún var iðulega komin út á tröppur og kallaði svo inn, hvað ert ekki að koma? Diddi var lengst af olíubílstjóri hjá Esso, var alltaf til staðar og afgreiddi olíu allan sólarhringinn, alla daga vikunar ef því var að skipta. Hann vann mikið og var þar að auki með fé. Jenny vann lengst af í Ingólfsbúðinni og sá heimilið. Þetta var myndarheimili og höfðu öll sem ég ræddi við orð á því hvað var alltaf gott að koma til Jennyar og Didda. Þau byrjuðu að búa árið 1964 í Ráðagerði en bjuggu lengst af á Mýrum 5 hér á Patreksfirði. Þaðan á fjölskyldan sannarlega margar góðar minningar. Á heimili þeirra var vel tekið á móti fólki, af rausn og mikilli gestrisni. Það var alltaf veisla hjá Jenny og móttökurnar einstakar. Jenny var flink að elda, gerði ofsalega góðan mat og var algjör snillingur í bakstri. Það segir líklega allt sem segja þarf að Birna Jennadóttir, blessuð sé minning hennar, hún var alltaf mjög grönn sem úlingur og gekk illa að halda holdum. En eitt sumarið fór hún gagngert á Patró til Jennyar og Didda til að ná sér í nokkur kíló. Það fer engum sögum af því hvort það hefði tekist, en við efumst ekki eitt augnablik. Það var alla tíð mikill gestagangur hjá þeim Jenny og Didda, en aldrei virtist það nokkuð mál að taka á móti öllu þessu fólki.
Allt var svo áreynslulaust og yfirvegað hjá Jenny. Hún var mikill og góður gestgjafi, gerði vel við þau sem hana heimsóttu. Þegar fólkið hennar Jenny að sunnan kom í heimsókn var alltaf stoppað í einhverja daga. Dagurinn hjá Jenny frænku byrjaði á morgunmat, síðan 10 kaffi, heitur matur í hádeginu með eftirmat, 3 kaffi og 5 kaffi, heitur kvöldmatur með eftirmat og kvöldkaffi. Jenny var líka alltaf búin að fylla fristin á bakkelsi áður en fólkið hennar kom. Tengslin við fólkið hans Didda á Patreksfirði voru alla tíð mjög náin og mikill samgangur milli fjölskyldna. Fólkið þeirra kom gjarnan yfir í kvöldkaffi, alltaf heimabakað af ýmsum sortum með kaffinu. Oft hringdi Jenny á sunnudögum, sagðist vera búin að baka, spurði hvort fólkið hennar kæmi ekki í heimsókn. Hún gerði bestu pönnukökurnar, þeir voru fleiri sem sögðu mér það. Ein frænkan sagði, ég með uppskriftin hennar Jenny að pönnukökum og svona að ná þessu, segir minn maður, en ég á samt svo lítið í land. Það ekki víst að pönnukökurnar verið nokkuð tíman jafn góðar og hjá Jenny, en mikið dýrmætt að geta ylja sér við minningarnar góða frænku þegar pönnukökulyktin ilmar húsið. Þau Jenny og Diddi eignuðust ekki börn. Það var ekkert sem talað var þá, en hún deildi því með fólkinu sínu í seinni tíð að það hefði henni alltaf þótt sárt. Fannst hún hafa farið á mis við mikið að hafa ekki eignast börn sjálf. En ókveðinni þótti vænt fólkið sitt og börnin í fjölskyldunni og mikið sem ykkur þótti vænt Jenny frænku. Jenny átti mikinn fjársjóð í frændfólki sínu og var mjög stolt af fólkinu sínu öllu, sem þau Diddi áttu mikið og gott samfélag við. Sæmundur bróðir Didda og kona hans Rafnhildur bjuggu alltaf á Patreksfirði og það var mikill samgangur á milli heimilana. Börn þeirra, þau Björg, Guðmundur, Fríða og Jenny Kristín voru þeim afar kær, skottuðust í kringum þau við leik og störf. Eins komu börnin þeirra Jenna bróður Jennyar og Stellu konu hans á Patreksfjörð á hverju sumri, frá því þau voru pínulítil, héldu svo áfram að koma með sín börn á Patreksfjörð. Það kannski sumum sem þykir afasystkyn vera fjarlægt skyldfólk, en í tilfelli Jennyar var það alls ekki þannig. Jenny hefur alltaf verið í allra innsta hring hjá fólkinans Jenna og fólkinans Didda. Fleiri kynslóðir fólks sem elskuðu Jenny skilyrðislaust. Hún var mjög hændað börnunum í fjölskyldunni sem sóttu mikið í hana. Þegar ég talaði við ykkur, fólkið hennar Jennyar í aðdraganda þessara stundar, þá heyrði ég sama orðið notað aftur og aftur Jenny og það orð var auka amma. Eða eins og ein frænka sagði, ég leit eiginlega á þau Jenny og Didda sem ömmu og afa frekar en frænda og frænku. Jenny hafði gaman af börnum, sagði þau vera gæfuna í lífinu og það fann fólkið hennar sannarlega. Gjafirnar frá Jenny voru þær bestu, alltaf pakkað rækilega inn svo ekki væri auðvelt að opna. Þetta voru gjarnan mjúkir pakkar, en það leyndist líka alltaf eitthvað meira inn í sjálfri gjöfinni. Kannski smá peningur eða nammi þegar betur var að gáð. Algjörar undragjafir. Litlar frængur og frændur áttu hjá þeim Jenny og Didda örugt skjól, fengu að gista hvenær sem var. Það var farið í göngutúra, heimsóknir til ættingja og ýmislegt brallað. Það var rosalegt sport að fara í bíltúr með Jenny, það var alltaf nammi í hanskahólfinu. Útilegurnar sem farnar voru verslunarmannahelgar, berjamósferðir sem voru hálfgerðar keppnisferðir hver tíndi mest. Það ekki erfitt að ímynda sér hvað hefur verið gott að vera barn í samfélagi við Jenny og Didda. Þegar auka ömmubörnin fóru að koma á fullorðins árum til að rækta tengslin við Jenny og Patreksfjörðinn fagra, var gestrisnin svo sama. Heimabaksturinn nægur. Eins og ein orðaði svo fallega, þegar við systur heimsóttum hana vestur eftir að við urðum fullorðnar, urðum við iðulega að bíða eftir henni þar sem við komum, því hún hafði hitt einhverja sem hún þekkti og var á spjalli. Þegar við fórum saman bæinn eða á árlegt þorrablót var alltaf skýrara hvað hún þekkti marga, enda ættin stór, tengdafjölskyldan hennar náin og Jenny mjög virk í félagsstarfi í bænum. Já, Jenny var mikil félagsvera, var ræðin, hafði gaman að því að spjalla við fólk og hún tók þátt í samfélaginu. Starfaði meðal annars með slysavarnadeildinni Unni
var gerð að heiðursfélaga deildarinnar árið 2024. Jenny starfaði lengst af í Ingólfsbúðinni. Það muna mörg eftir henni á bakvið afgreiðsluborðið með gleraugun í keðju hálsinn og blýantinn á bakvið eyrað. Í Ingólfsbúð var allt til milli himins og jarðar. Bækur, vefnaðarvara, garn, ýmiss konar gjafavara og sælgæti. Þar fengu stundum litlar frænkur að vera með henni til aðstóðar. Fannst þær eiga flottustu frænkuna í bænum. Ef frændsyskin voru í heimsóknum sumar, átti Jenny það til að hringja heim áður en hún lagði af stað frá vinnu, til að spyrja krakkana hvað þau langaði í úr búðinni. Þvílíkt sport. Síðar vann Jenny á sjúkrahúsinu á Patreksfirði í eldhúsinu og hefur án efa verið rétt kona á réttum stað. Enda starfaði hún þar til 73 ára aldurs, gat ekki hugsað sér að hætta fyrr. Jenny átti sér mörg áhugamál fyrir utan vinnuna, var dugleg að taka þátt í þeim viðburðum sem í boði voru. Hún mætti reglulega í heitapottin, henni fannst gaman í mínigolfi og það stundaði hún af kappi. Þá kom keppnisskapið hennar aldeilis í ljós. Henni þótti gaman að dansa, var flink í spilum, heppin í bingo og hattrætti og vann iðulega þegar hún tók þátt. Hún hafði líka gaman að því að veiða og var fiskinn. Jenny horfði líka alltaf mikið á handbolta, en ekki skrítið þar sem hún varð einu sinni Vestfjarðameistari í greininni. Jenny fannst alla tíð mjög gaman að rúnta og ekki var nú verra ef hún hafði félagsskap. Þá gat aldeilis teikst úr bíltúrnum. Jenny hafði gaman af því að ferðast. Eftir að hún misti Didda sinn fór hún að ferðast meira og fór margar ferðir til útlanda. Hún fór líka að fara meira suður. Hún keyrði þá sjálf í ferjuna Baldur, hafði lítið fyrir því, en fannst alltaf gott ef hún var sótt í Stykkishólm. Hún var alveg til í að láta degra svolítið við sig þegar hún kom í Borgarnes. Fólkið hennar þar snerist í kringum hana, spiluðu við hana alveg endalaust, en Jenny fekk aldrei nóg að spila. Það veitti henni mikið frelsi að geta ferðast sjálf og hún naut þess að geta heimsótt fólkið sitt. Árið 2018 þegar Jenny, bróðir Jennyar, féll frá, kom hún í Borgarnes og var hjá Stellu konu hans fyrstu mánuðina. Það var Jenny, Stellu og fjölskyldunni allri mikil huggun í því að hún gat komið og verið. Hún ílengdist hjá Stellu og var fram á haust, fór aftur heim á Patreksfjörð í september. Sagði að nú var hún búin að liggja nógu lengi upp á mákonu sinni. En það leið ekki langur tími þar til Jenny kom aftur. Þær mákonur voru eins ólíkar að skapgerð og hugsast gat. Áttu kannski aldrei samleið fyrir á þessum tíma í lífinu. En þarna höfðu þær stillt sig saman og fundu að þær þurftu hvor á annari að halda. Það varð úr að þær fluttu í sitt hvora íbúðina í elliblokkinni eins og þær kölluðu hana, að Borgarbraut 65A. Árin sem Jenny átti í Borgarnesi voru góð. Hún var ánægð með íbúðina sína á Borgarbraut og tók glöð og stolt á móti fólkinu sínu þar. Hún var fljótt komin inn í félagsstarfið, tók þátt í handavinnunni og öðru því sem í boði var. Dagarnir voru oft nokkuð þétt skipulagðir hjá henni. Hún kynntist mörgum nýjum félögum sem hún átti góða samleið með við spil og spjall. Þó hún saknaði auðvitað Patró og þegar fólkið hennar þaðan kom að heimsækja hana, bað hún alltaf að heilsa öllum sem þekkt hana og bað að því yrði skilað að henni liði vel og það væri vel hana hugsað. Í Borgarnesi eignaðist Jenny góðar vinkonur sem hún spilaði við næstum daglega. Í COVID spiluðu þær 6 daga vikunar, skiptust á að hafa til kaffi hver fyrir aðra. Það hefur verið dýrmætt samfélag. Þegar fólkið hennar var að þakka þeim fyrir vináttuna við Jenny, sögðu, æ, þið voruð allar svo yndislegar við hana. Þá svöruðu þær. Það var nú ekki annað hægt. Hún Jenny var alltaf svo dásamleg og góð. Og Jenny var svona. Það var ekki annað hægt en að elska hana. Þó hún segði nú stundum við sína nánustu, ég skil ekkert hvað þú ert góð við mig, eins og ég alltaf leiðinleg við þig. En þetta var auðvitað ekkert rétt. Jenny var góð við fólki sitt. Brosmild og kát, ræktarleg og trygg. Það sýndi sig meðal annars eftir að hún og Stella voru báðar komnar í Brákarhlíð á sitt hvora hæðina. Þá fór Jenny að heimsækja Stellu vinkonu sína og mákonu á hverju einasta kvöldi.
En þessi samfylgd síðustu árin hefur án efa verið þeim mikill styrkur. Jenny var alla tíð mjög áhugasöm fólkið sitt, vildi vita hvað þau voru að fást við, lét sér annt þeirra hægi. Svo þegar auka ömmubörnin hennar fóru að eignast börn, þá stækkaði hjarta hennar enn meir. Þegar hún bjó enn á Patreksfirði var hún dugleg að droppa inn til fólksins í kaffi og spjall, var alltaf boðin og búin að passa og hafði gaman af. Mikið sem hún var hrifin af yngstu kynslóðinni, hafði gaman af því að fá að hitta þau. Þreyttist ekki á því að tala hvað börnin væru einstaklega falleg og góð. Þegar börnin komu í heimsókn til hennar í Brákarhlíð, tilkynnt hún öðrum á heimilinu stolt að þetta væri fjölskyldan hennar, fólkið hennar sem henni þótti svo vænt um. Það ekkert langt síðan hún fékk 3 ára kút í heimsókn. Það var farið að færast ansi mikið fjör í leikinn, okkar maður hljóp fram og tilbaka gangana og taldi amma hans jafnvel að væri orðið aðeins svo mikið, bæði fyrir Jenny og annað heimilisfólk. En það var öðru nær. Jenny frænka espaði litla kallinn upp, hvatti hann áfram, gerði fyrirstöður með hjólastólnum og hló og skríkti með honum. Já, Jenny tók alla tíð vel á móti fólkinu sínu, á Mýrunum, í Elliblokkinni og eftir að hún flutti í Brákarhlíð, þar sem hún hefur dvalist undanfarin 4 ár. Alltaf var hlýjan jafn mikil og fólkið hennar svo velkomið. Það breyttist ekkert frá því þau voru lítil að skottast hjá henni hér á Patreksfirði með stútfullan magan af randalínum og pönnukökum. Kæru vinir, ástvinir allir. Það eru margar góðar minningar sem þið getið iljað ykkur við og mikið það dýrmætt. Við kveðjum Jenny héðan frá Patreksfjarðarkirkju í dag og felum hana góðum Guði. Við sem eftir sitjum kveðjum í þakklæti, trúum því að vel hafi verið tekið á móti henni í ljósinu af Didda sínum og þeim sem á undan eru gengin. Jesús segir, ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Það víst að Jenny lifir áfram í hjörtum ástvina sinna, í öllum fallegu minningunum. Jenny svo ljóslifandi í minni okkar með sitt breiða bros og opinn faðminn. Minnir á sig þegar þið fjölskyldan fáið ykkur pönnukökur eða kótilettur í raspi, þegar þið grípið í spil eða setjið plötu með Jenna Jóns á fóninn. Við heyrum nú brúna ljósin brúnu, leifum minningunum að leika okkur. Í bjartri von og í einlægri trú felum við kæra vinkonu í arma miskunnar Guðs. Guð varveiti útgöngu hennar, héðan í frá og að eilífu. Guð geymi þig og gæti í friði sínum. Jenny Þóra Óladóttir. Amen. Viltu hlusta, elsku litla ljúfan mín, ljóð ég kveða vil þig, því mildu brúna ljósin brúnu þín,
Berglind Hólm Guðmundsdóttir sendir okkur samúðarkveðjur en hún í námi í Danmörku og getur ekki verið með okkur í dag, með okkur í hug og hjarta. Allra bestu kveðjur til aðstandenda sendir Áslaug Þorvaldsdóttir frá Spáni. Samúðarkveðjur bárust frá systkinunum Lilju, Steinunni, Kristínu, Jóni, Birgi og fjölskyldum þeirra með kærri þökk fyrir samfylgdina og góðar stundir. Aðstandendur Jenjar vilja koma á framfæri þökkum fyrir samúð og hlýhug og bjóða ykkur að þiggja veitingar í félagsheimilinu hér að athöfn lokinni. Við skulum spenna greipar ef vill, skulum lygna aftur augunum ef vill, draga andan djúpt og við skulum biðja. Við þökkum þér kærleikans Guð fyrir ljósið sem við okkur skín frá þér og heilugu orði þínu. Gefa við megum taka á móti því í hug og hjarta. Við þökkum þér á þessari stundu að þú gafst okkur líf í samfélagi við Jenny. Við þökkum allt það góða sem hún gaf okkur og kendi. Helga og blessa allar góðar minningar ástvina hennar, styrk þau og veit þeim leiðsögn á komandi tíma. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Allar bænir okkar, kærleika, þakklæti og góðar hugsanir felum við í bæninni sem Kristur kendi þegar við segjum Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Við skulum rísa á fætur. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Amen. Í Jesú nafni. Amen. Farið í Guðs frið.